Úrslitakeppnin í Ólistdeild karla hefst á morgun eftir, bara ágætis landsleikja hlé verið að segja, 2 leikir við Svíana en nú komið að veislunni og við ætlum að fara yfir þetta, 4 leikir, 4 við, Ponsan, Nafli og Mækarinn, hvað heitir það núna, sá skynsami? Sá faglegi. Sá faglegi. Það litli stóri og sá faglegi. Já, litli stóri og sá faglegi. Var það ekki, bakkaði ykkur ekki upp síðast þegar vorum með það? Ég man ekki þetta því. Neldir hann held ég með 3 í stuðulega eitthvað. Bara, það er bara flott. Það er ekki bankmennum í dag. Það er flott ávistun. Heyrðu strákar mínir, maður oft sittið við mikrofón að rýna í þessi 8-legu úrslit og yfirleitt hefur bara getað nelt 2-0 á línuna. Svona nánast. Kannski 1 leikur fyrir 8-leik. En þetta er aðeins meira trikki núna heldur en kannski oft áður. Heldur betur, maður einhvern veginn sér ekki fram á annað en að einhvern veginn all einmiðin fari í 8-leik og við erum bara að fara í einhverju geður. Segja ok, herðu. Segja það nú, þú hefur trú. Ég snýst ekkert, bara hvort sem það er IBFK, Val, HK, Haukar, Afturölding eða að fá fram, þá bara er þetta öll mjög jöfn einmiði og ég held að við séum bara að fara í einhverju algjöru geðvík en það þarf nú alltaf ekki mikið til, þetta er ennþá, þeir eru ekki búin að vakna og þefa kaffinu og vera með 5-leikaserju í 8-lega. Nei, sem betur fer, ég meðan Dessona þá er bara galið að vera að fara með ykkur 5-leikaserju, eða þú veist, þeir eru bara 3-leikaserjur. Eða þá að annarkvort að vera með undanvinna 3 í 8-lega undanúrslitum og úrslitum eins og þetta er í körfunni, eða vera með þetta svona og vera með best of 7 í úrslitunum. Best of 7, ég kannski freka til í það. Mér er allan aldrei ekki verið að kaupa sömraði með að þurfa að fjölga þessu leikjum í 8-lega, af því að þetta hefur verið svo ójæmt. En Mækar, ég meina, deildin í vetur, hún kannski svona gæðarlega ekkert sérstök svona í sögulegu samhengi en svona þeim mun jafnari fyrir vikið. Já, jafn, en langt í frá mikil gæði inni. Því miður, bara leið eins og Valur sem vinnur deildina slakar leiðinni fyrra. Þú veist, Afturölding, tökum einhver lið, Afturölding, FH missa alla bestu mennina sína, eru samt í toppbaráttu, Framararnir missa bestu mennina sína, eru í toppbaráttu. Þannig öll þessi bestu lið, kannski helst Haukarnir sem mættu með betra lið til leiks núna heldur en í fyrra. Já. Og svo KA og IBF sem eru svona, veist, IBF væntanlega sé bara KA kannski með aðeins betra lið. Þannig að, gæðin ekkert svakalega, þess vegna er í sammála planum að það er ekkert það er ekkert óverðstegilegt í þessu og Valur sem vinnur deildina með örugglega 25 stigum meira en HK eða eitthvað. Ég meina ef HK spilar eins og þau spiluðu bara í fyrra ára móti Val daginn og spila á móti Haukum og Haukarnir hafi kannski ekki verið 100% og þá er ekkert rosalega mikið á milli þessara liða. Það er, þú veist, fyrir mér trúlega slakasta valslið sem ég hef séð sennilega bara síðan við að fylgjast með þessu, eða þú veist, í kringu 1990 sko. Eitt af slökusti samt vinnaði deildina. Já, og eru líklegastir bara til að klára þetta? Það sagði Epic, þá eru líklegastir. Já, það er náttúrulega út af því að þeir eru náttúrulega yfirgnæfandi líkur að Valur vinni HK og þá fá þeir sigurvegarin IBFK, þannig að leiðin þeir er klárlega mun auðveldari heldur en að fá FH fram eða Hauka trúlega. Þannig að þetta er svona og þú átt líka bara að fá auðveldustu leiðina þegar þú vinnur deildina. Já. En við hákámen við hlægjum kannski alla leið í bankana menn sé að tala um eitthvað auðvelt því við erum að fara að koma mjög grimmi til leiks annarkvöld. Já, tekum til það. Ef ekki byrja bara þar. Já. 1-8, Valur HK. Valsararnir auðvitað eins og ég nefni deildameistarar. Fáingunni voru nú bara nálægt í en Valsararnir kláruðu þetta og HK þeir tryggðu þetta í lokaumferð. Já. Að komast í úrslitakeppnina annað árið í röð móti Haukum. Já. Þannig það var nú sjarmur á því. Já, heldur betur. Það þurfti stóra sigur til að tryggja þetta. Já. En það var nú ekki fræðaför þegar þú mættir í krigantíminn í fyrra. Nei. Ég bauð naflanum í bjórtjaldi og hann mætti ekki niður í seinni hálfleikinn. Já, það var ég reiður eftir erfiðan fyrirhálfleik og ég sá það. Maður var þarna í bjórtjaldunni í hálfleik og síðan er maður einhvern veginn búin að fylgjast það ekki með að ég vissi einhvern veginn hvaða útreið það var á leiðinni. Það var einhver framlegging eða ekki samt í seinnileik sem að hendi á kód. Já, en það var fyrirleikurinn tapaðist var bara jafnleikur. Já, nei, fyrsti leikur í kriganum var viðbjóður. Já, leikur 2 í kórnum, hann var nú það var bara einhver framlegging að því. En ég veit ekki hvað að segja um HK og Val. Ég meina, þetta ánáttúrulega bara að fara 2-0 fyrir Val. Við fórum yfir það, eða Naflinn fór yfir það fyrir síðastu vorum að
Hákaður bara aldrei unni Val? Nei, ég fléttis upp í gær og þetta sko, eins og Valur hefur verið þetta El Guapo Hákaðingana og þetta eru núna konur 17 leikir í röð. Er þetta eitthvað El Guapo? Þeir eru bara hafa ekki bara verið með miklu betra lið. Útskýru það fyrir hlustendum á hreinn íslensku? Já, þú veist, þá það sé svona gríla fyrir þá, sko. Þeir eru bara miklu betri sem að vinna þeir alltaf. Hvað meinar þú? Þetta eru 17 leikir sem Valur hefur unnið núna Háka í byggar og þetta eru rauninni síðasti sigur Háka gegn Val kom 17. nóvember 2012 og þá eru Háka ríkjandi Íslandsmeistarar. Já, þetta er tímabilið eftir og þarna var Bjarki Már markahæstur í Háka með 9 mörk og síðan er þetta þessi skemmtilega við þetta er að Agnes Mári spilaði þennan leik og núna mun hann spila í rauninni báða leikina á þessu millibili sem Háka mun vinna að Val í. Þannig að hann er hann að hefja sér meistaraflokksferil og þú vilt meina hann endi sér meistaraflokksferil með Val á að tapa. Nei, ég meina hann endi ferilin sinn með Val þegar þetta út fyrir Háka. Já, ég held að sko, klárum þetta einvíi auðvitað Valur að vinna og Háka náttúrulega verður bara að segjast eins og hafa verið ömurlegir í vetur það verður bara að segjast alveg eins og mikil vonbrigði. Já, það eru mikil vonbrigði með við, þú sér bara og þú ert búin að sjá það í síðustu leikjum og þeir eru með fínt lið og sér það líka bara á liðunum sem er að kroppi þessa leikmenn það eru liðun að kroppi þessa leikmenn og þessi Ágúst Guðmundsson hann er farin í FH hef ég sagt áralegum heimildum það er bara staðfest og þannig að það er líka ágætt bara að menn viti það þá áður en að leikinni byrja þannig að hann getur hreinsað á þessar hausinn því að hann er ekki búin að vera alveg upp á sitt besta mínum átti, hann er góða leikmaður og það er verið að kroppi og hann er vantar að vera í Hauka línumæðurinn, ég er ekki með það stað og hvað skitta þarna líka og annað þannig að það er verið að kroppi þessar leikmenn það sem er staðfest held ég held að sé staðfest með hann Ágúst ég held það en það kemur þá bara í ljós en það skiptir ekki máli að vera kroppi á þeir eru með fínt lið en þeir eru búin að vera hörmulegir í vetur og þeir eru búin að tapa fyrir utan hann Haukaleikarnir í restina fyrir þessu stórleik og fræga F-leikin þegar við sátum hérna og töpuðum einhverjum rísa seðlum hérna og F þá leta á vinna sig að þá töpuður bara með 10-20 mörkum á móti öllum þessum toppliðum sko. Og ástæðan verður að Háka í úrslitakeppni þeir unnu alla leikinu nema einn á móti slakari liðun töpuðu þetta einu sinni fyrir ég unnu Selfoss tvisvar, Þór tvisvar og það kom þeim í úrslitakefni en þeir eru bara komin á sama stað á hinn liði núna sem er náttúrulega hálfgalið og ef þeir spila eins og móti Haukum fyrri áleikin bara eða alla leikin og fyrri áleikin á móti Valum daginn það er bara fína sens. Já, ég líka þú veist það sem ég byggi þetta svolítið á að ég held svona í alvörunni að Háka geti veitt Val alvöru keppni og ef að Háka allar gerir eitthvað í þessu MV þá var að setja tónin strax í fyrsta leik á meðan þú veist við hvernig deildarmeistar að fara oft svona aðeins rólegri inn í úrslitakeppnina og það sem þú veist Binni var frábær á móti Haukum í markinu og hann hlýtur að byrja Mike í markinu. Já, hann var stórkostlegur á móti Haukum. Ég er að segja það og bara en eins og hann bara sagði sjálfur og sagði mig, menn hann bara skulda þetta og ég sagði þeir lúta að fara að taka bara það í bílinn eða þú verði ekki 20 skoti í þessu leik. Hann þarf að borga bílinn upp en hann borgaði hann upp þarna. Með hvernig líka Bjöggi búin að vera í markinu og Val, svona, hann er ekki búin að vera góð. En Binni var frábær og Binni þarf að matcha Bjögga eða vera betur. Já, hann viðurkenndi það alveg að náttúrulega Teddi frændans líka, það er ekkit gott að Mike og Teddi á bakinu og svo geta fengið naflan á baki líka. Það er bara svona ég hafa breytt símtal með ykkur alla þrjá Nei, þannig að ég meina hans viðurkennar alveg sjálfur og það segir sér sjálft að ég meina ef að Binni er ekki með 15-17 bolti í þessum 2 leikjum á meðaltali að þá vinna þær aldrei að því að máli með Háka er líka það að leið og þeir eru að vera í stærri að leið og hafa verið að lenda bara 2-3 mörkum undir það sem gerðist ekki á móti Haukum Haukarnir náðu aldrei að komast yfir en þeir lenda 2-3 mörkum undir á móti sem betur liðum eftir að standa á móti standa bara fínt í byrjun á móti þeim að þá hafa það bara kóðuna niður í hverjum einasta leik, bara kóðuna niður og líka einmitt svona, við erum með fórskoti eins og þessi afturhaldika leikur heima, skilur voru yfir í hálfleik og þetta var 6 mörgum yfir ég var á þeim leik en líka, ok, við förum aðeins bara yfir liði núna og þú veist, ég held áfram með ég held líka að þetta séu, þetta er alveg hákæingar þarna og menn, þó að sé að fara í önnulið eftir tímabili eins og voru að nefna þetta á hann að þá vilja menn skilja vel við sig og Gæjar eins og Andri Helga er að fara að gefa allt í þetta Hjörtur er búin að vera mjög lengi í Háká búin að vera fyrirliði liðsins og er búin að vera mjög lengi í Háká-liðinu og tók þátt í bara komum upp á grillinu og fór aftur niður og
og þetta skilur, hann alveg veist, Háka Taugin sterk í hirti og hann vill skilja vel við sig í liðinu og hann að fara að eiga mjög góðan leik Hjörtur. Ágúst sama, hann að fara að vera góður, veist, talar að hann sé að fara í annar lið og svona, ég held að það og líka bara, veist, á móti Val og svona, móti Gústa tengingar þarna og svona, veist, hann mun vilja standa sig, síðan við með gæði eins og Styrmi sem held ég að við skemmtist ekki út samning og það galið að Háka sé ekki búið að semja á hann aftur í vörninni, eitt besti varnarmaður deildarinnar þegar hann helst heill og ef þessi gæjar, og talandu nú bandaríska landsliðsmann og ef þessi gæjar koma sér saman og hitta alveg leik, þá Valur í vissinni. En ok, sko, þeir eru búin að mæta, þú talar 17 leikir röð, þú veist, Valur vinnur leikina sko með 9 og 7 mörkum, þú veist, fá 18 fleiri stig í deildinni, en þú talar eins og þetta sé bara 50-50 einnig. Nei, 60-40 ákvæm. Ég ekki að tala þannig, ég að færa rök fyrir því, af hverju þetta verður alvöru leikur. Þetta áverður sen, sko, ég skal kaupa það, að ef þú horfir á bara leikmann fyrir leikmann, þá á ekki að vera svona mikill munur eins og bara þessi 2 leiki sína fram og staðan í deildinni. Langt í frá. En einhver nú ástæðan. Og auðvitað munar fyrir Háka og Aron Dagur Pálsson ekki með, Leo Snær ekki með. Það munar alveg. Þeir voru alveg jafn lélegir þegar þeir voru með. Já, en þetta er samt líkil póstar í liðinu og þetta munar það, sérstaklega þegar Háka ekki dýpri en þeir eru, að þeir séu ekki með. Og nú það líka Halldór Jóhann að sýna mér að hann sé að gera eitthvað þarna og sé með eitthvað undirbúning, mæti með eitthvað nýtt, reyna að koma óvart. Þarna fertu líka, þú veist, þegar þú ert 1-8, þá þarf Edsi líka svolítið að vera þjálfarinn. Hvar kemur þjálfarinn með breytingarnar? Hvar eru veikleikar? Svo þessi síðasta leik, þú veist, þegar það að byrja að kóðna, hvar byrjar þetta að kóðna við Háka á móti Val? Þeir tapa þarna með 7-9 síðast? Jú, í 4 fyrstu vítakostum. Þeir láta Björgu Pálu verja á þessu 4 fyrstu vítakostum. Það virkar bara ekki þannig. Það voru búin að head to head, Valur Háka 10. Hann naflinn. Já, ég tók bara loyalty betið, skilur þetta, bara stuð 10 Hvernig þetta gilsar? Klikkar eiginlega alltaf. Ég horfði á þáttinn á Hotel Tindastól á laugardaginn og maður svona inspæraður á Gilsarinn agli. Nú bætti einhverju nullum við þarna. Ef þú veðjar. Já, þetta er skynsemi í þessu. Bara spá á 10 stöðul. Þú segir hvað, 2 Háka eða eitthvað? Já. Eða sko. Nei, ég ætla að fá að breyta. Ef Háka á að fara í gegnum DMV, þurfa eiginlega að vinna þetta 2-0. Ok, 2-0 Háka. Þið þurfa að stela leiknum á miðvikudaginn. Ég ætla að mæta á leikinn og vera syngutrala í stúkunni. Þið þurfa eiginlega bara að vinna í kortum líka. Því ég held að þið vinni ekki 8 leiki í Valsheim. Morgun, ég að fara að mæta á morgun líka. Ég ætla að mæta á morgun, ég ætla að fara með þér. Ég held samt að Valur merja þetta 2. Ég held að Háka taki 1 leik. Það verður fyrsti leikurinn á morgun. Og Valur vinnur svo hinn 2. Já, Gústi, jó, náttúrulega það verður ekki neitt raut hjá Gústi helgin eða tapa á morgun, það verður bara krísufundir. Já. Og Háka fara svo hátt upp eftir sigurinn á morgun að Valsararnir mæti í kórinn og vinna þá og svo, ég er sammálanaflum, Háka ekki verið að vinna Val í 8 leik í Valsheimilinu. Ég er alveg þar. Þannig að leikurinn á sunnudaginn verður leikur, þeir verður báðir að spá því að Háka vinna óvænta sigur á morgun með Mike í stúkunni og naflan. Já, þá förum við nú bara til Vegas ef það klárast. Það er bara svoleiðis. 2-0 Valur hér, við þurfum að halda áfram, það er 3 önnur inn við. Það er ekki spennandi. En það sjálfsög hún mest að púri þetta. Hinn leikurinn á morgun, það eru liðin í 4. og 5. sæti sem er svona fyrirfram á að vera jafnast einvið, svona sem að er það kannski ásamt F og fram kannski? Það meðist það jafnast einvið. En allavega, hérna IBF Káa, IBF nær heima allar réttinum að því að Káa menn eru bara, þú veist, sofandi hann í lokinu á móti Þór, fá þessi jöfnunumar Bösser jöfnunumar sem gerði ekki til Þór nema eiginlega það að Káa með nema bara strax eftir leikur að fara út að týna dósir Káamenn í staðan fyrir að vera heim í kósi og í staðan fyrir svo við förum bara, þú veist, þarna í svona jöfn einvið, þarna snerist Káa með heimaleikarétt hefði ég sett á líka í sko vestu veður viku landsins strákar. Það er frábær spá. Já, ég meni þetta var svo heimskuldi á Káamönnunum. Hugsaður þetta ekki það? Er ekki allir á sama planu við? Þurfum við alltaf að benda mönnum á þetta? Akkur unnu er ekki bara leikin? Út af hverju neldu er ekki bara eitthvað? Þetta var svo dýrt jafntefli fyrir þá. Þeir voru einu marki yfir 5 sekúndur eftir
Þetta er muna öllu. Já, en ef við förum bara yfir þetta, liðin enda bæði með 27 stig, K.A. vinnur leikinn með 1 marki á Akureyri, IBF vinnur leikinn í Eyjum með 2 mörkum. Og það nægði. Þú veist, þetta sko, en það eru náttúrulega bæði þessi leik búin að vera, þú veist, þetta eru kannski ekki stærstu leikmannahópanir, en þau eru bæði búin að vera svolítið í meiðslum. Ég blæs á þetta stóra leikmannahópi þessari deild og fer yfir það sem við vorum að tala hérna í byrjun þáttarins. Þú veist, það bara hverju krakkar í lykilstöðum í flestu liðum og þetta væl í naflanu með 2 menn meidda, þú veist, með alla þessa atvinnumenn sem er verið að kaupa núna sko í önnur lið. Þú veist, ég meina, hver er markaðastur af Valir? Það er ekki einhver 16 ára strákur. Hver er að bera upp F-fólið? Þeir eru ekki bara einhverju 20 strákar. Ég nenni ekki að hlusta á þetta. Fókus. IBF með rándýrt lið, pottet og K.A. líka. Og ekkert verið að tala breytt, þá ferðu bara eitthvað niður. Nei, ég er að segja að það getur munað, ég meina þetta skiptir satt máli, ég meina leikmenni svo Andri Elli sem er búin að vera frábær på síkasti, þú veist, það er náttúrulega rosalegt. Samkvæmt mínum heimildum Andri ekki með. Andri ekki með? Já. Síðan er spurning með, þú veist, Hákon er náttúrulega ekki búin að vera með út af hann er eignar spatt. Já. Það er óvissu að til líka. Þetta ball lítur nú að vera komið. Ég maður að Teddi eignar spatt í daginn, þá fekk hann 3 mínútur sko. Nei, en hann fekk samt order frá Mike að það er að vera vissum degi, þannig að þeir eru að bíða þarna í einhverja viku og hann gerði það. Ammælistegi Mike. Ég er satt alveg sammála því, þó að þú veist að tala breytt og þetta, þá er mjög erfitt að rýna í hennar fyrsta leik að við vitum bara ekki hver að fara í þessu IBF-lið. Og í rauninni bara K.A. líka, ég menna Morten Bólinde er búin að vera bara Einar Rapsó sem búin að vera flottur í síðustu leikinu. Þeir stóða líka völsörunum hann langt fram með í leik sko, er allir voru búin að afskrifa Vestmannaeyingarnir yfir þarna voru 20 myndir eftir. Vantaði ofumarkaðar. Þeir verða flestir komnir á, veist, hvað er með þessa handboltaka? Þeir eru búin að vera í fríi. Þeir eru búin að spila 7 leiki frá í desember sko. Bara LA leika sem búin að spila 7 leikin og 2 vikum sko. 7 leiki á 2 vikum, þeir eru bara að spila 7 leiki frá í desember, það er ekki einn maður í LA leika meiddur, þeir eru allir meiddir í þessum handboltfyrst. En þessi 7 leiki satt voru þeir eru búin að spila 7 leiki frá jólum, en þeir voru allir ásum og 30 ára period. Og flestir þessi strákar er ekki búin að spila 7, þeir voru meiddir í einhverjum þessu leikjum. Já, ég held reyndar mikið þessum. Hvað er Gísli Þorgeir Kristjánsson búin að spila marga leiki frá fyrsta leiknum á EM í janúar? 700 búin að vera barinn í stöppu. Hann er búin að spila örugglega svona 30 leiki. Ekki undir því. Þessi gæri er bara að spila 7 og þátturinn fyrir það að tala um að hinir og þessi séu meiddir. Hvað er málið? Það er komið ykkur í form. Ég held að þetta hafi svona verið bara menn svona léttæpir hefði alltaf spilað þetta skiptmáli skilur. Nei, þeir eru að tala um að menn séu ennþá meiddir. Þeir eru búin að fá 2 vegna frí sko. Andri náttúrulega meiddist í síðasta leik. Ég held að hann er eitthvað snúið sig eða eitthvað. En já, við sjáum til. Ég bara, veist það ég bara reikna við sjáu bara 90% leikmönnum á gólfinu á morgun, ef einhver slítur eitthvað eða fóbrotnar, þá lítið við því að gera ég reikna við sjáu 90% leikmönnum allavega á gólfinu í þessari viku ég bara gerir kröfu á hann Lakers tapaði móti Pistons í nótt það er spurning hvort að þið væri búin að vera eitthvað rótir á kvíla menn að þeir hafi kannski unnið þann leik en Pistons eru sterkir En hvernig fyrir við? Það hlaut að koma að tapinu Hvernig fyrir það? Einvíið eða leikurinn? Já, bara bæði. Ég ætla að segja að IBF vinnur þetta einvíð 2-1. Já, ég bara sammála því, ég heldur bara heimaleikirnir K.A. mun fá það alveg í baki að hafa ekki unnið Þór. Já, og líka bara, þú veist, það er gaman að hafa IBF, við viljum IBF í úrslitakeppninni. Það er gaman í kringum eigamennina á vorin og þeir lita þessa úrslitakeppni vel og skemmtilega. Já, K.A. er unni líka, gaman að vera með það líka. K.A. með gott lið í play-off sko, það er langt sem við séð það. Þannig að ég ætla ekki að reyna að vera sniður, þetta er bara nákvæmlega sem maður hugsaði, bara 2-1 og hefði farið 2-1 fyrir K.A. ef þeir hefðu ekki drullað þarna. En svo að segja þeir, þetta ekki bara mjög jöfn lið og þetta 1 og 2 mörk leikinn í rötur, ég meina K.A. getur alveg stórleik, þetta getur alveg farið 0-2 sko. Þú veist, það bara kemur ljós, þetta verða jafnir leikir held ég, bara eins og það hafi verið. Ekki spurning, herðu, þá er það Haukar afturölding þar sem að Gunni Magg mætir sínum gömlu læri sveinum og Steppi Árna mætir sínum læri föður menn er að brýna pílutnar eins og ég segi í Mosó það er myndir að Gunna Magg það myndir að Gunna Magg upp í öllum sjoppum núna og píluspjöld og svo er menn að mæta með pílur ég hitti mitt aðstofa þjálfur afturöldingar á sunnudaginn og hann er búin að liggja og þeir bara teimiður þetta búið að liggja yfir Haukaliðinu En það er samt áhugavert í þessu afturölding endar inn í 7. sæti þeir komu sko skítkaldir
inn í úrslitakeppni. Það er ekkert gengið upp á síðan. Ég minn Árni bara ég var alltaf búin að hitta eina línu bara eftir áramót. Haukarnir hérna Þú er satt búin að henda á einhvern einasta vindag. Já. Ég er hættu því núna. Það þurfti 6 skiptir og það fekk ekki 7. sénsi. Þetta er bara eins og, já. En það er samt áhugavert. Þráttur í þetta. Haukarnir búin að vera bara flottir eftir áramót, vinna bikarinn og þráttur þetta að tapa mútið HK og svona. Koma svolítið flying inn í þessu úrslitakeppni. Að Stebbi Árna, hann er bara með Gunnar Maggi í vasan. Leikirnir í vetur, Afturelding vann fyrir leikinn með 9 mörkum og seinni leikinn með 6 mörkum. Það er ótrúlegt. Já. Það er magnað. Báðir enda fyrir áramót, auðvitað mikið búið að gera síðan þá. Mættust ekki bara í fyrst umferðinni? Það er ekki 9 mörk, við unnum bara með 1 mark í byrjun, held ég. Þetta er byggarleikur inn á milli. Þetta er byggarleikur, en Afturelding vinnur ekki byggarleikur. Haukar Afturelding fór 27-28 og Afturelding Haukar fór 31-22. Hvað er þetta bulla? 1 mark og 9 mark var með 7 og 6. Hvað tímabil hann? Býttu nú við, hvað rugl er þetta? Ég man þetta fyrsta leiknum sem Afturelding vinnur með 1 marki. 11-12, hérna, Haukar Afturelding 22-28. Hvað er þetta í fyrra eða? Nei, 11-12-2025. Ég veit ekki hvað djöfullin er í gangi hérna. Þetta er Afturelding alltaf búið að vinna báða. Punkturinn stendur alveg. Afturelding búin að vinna Afturelding vann Hauka í fyrst umferð með 1 marki. Ég mani til því. Það er einhver leikur 11-12. Ég veit ekkert hvað það er. Ég þarf að komast að því. En það er þetta ekki bara æfingarleikur? Það verður farið allir. Eitthvað verður að spila þessi strákar. Það er þetta enn í leikir. Nei. Herðu, ég held að mér skilst þær verði, ég veit ekki hvort sé uppljóðstrengur en mér skilst þessi ekki að vara þjálfa áfram að Aftureldingu. Stefán? Það er svona samkvæmt mínum heimildum. Ég vona að verða áfram. Ég elska þann gæja. En ef að það er ekki, þá er spurning hvernig hann fer inn í þetta. Fer hann með blóð på tannen, vill vinna Gunnar Magg og afsanna fyrir Aftureldingu. Það er að segja ef það er ekki bjóðan í hans annan, svo getur vel verið að sé bara hætta. Ég þekki það ekki. En ég held samt því miður, ég held mikið Aftureldingu í seinvi. Það held að þurfi engjan Einstein til að sjá það, ég geri það. En ég held að Haukarnir vinna á 2-0. Sleðild að segja það, en ég held þeir vinna á 2-0. Ég held að þessi leikur fari nú í 8-leik. Heldur það? Já. Heldur það finni Afturelding, það er svo mikið svona. Er þetta ekki bara hvernig við búið Afturelding? eins og þetta er að segja, bara þeir finni ekki rithma. Þessi leikir eru, þetta er rétt, já, ég veit ekki hvaðan þessi 3. leikur komanda, það er eitthvað glitsinna, en þetta eru leikir í september og nóvember. Afturelding vinnur vissulega á báða, en þeir eru á leiðinni hingað og meðan Haukarnir eru hér. Já, við skulum samt ekki gleyma því að restin á mótinu og Haukunum var ekkit sérstök. Þeir réttu merja stjörnuna, þeir tapa fyrir HK, þeir voru heppnir að vinna stjörnuna. Bikar, 9. bikarmeistarar, vissu svo sem að deildameistar. Það er eitt góðu leikur á móti FH. Þeir fengu náttúrulega bara, einhverja krakka í úrslitaleiknum, hann náttúrulega eiginlega bara spila úrslitaleikin aftur. Það er náttúrulega bara grína. Á besta mannsins. Hvað spilaði í hvað skoraði 3 mörk fyrir áleik? Það var náttúrulega bara hneyksli fyrir handbolta. Getum farið aðeins yfir frammestuði Georgi TKM í undanúrslitunum. M&M. Þegar hann sturtaði þeim leik í klósettið. Já, Jesús. Þér til mikillar gleði. Káamaður. En ok, ég meina. Hann er ennþá með nafla syndromið á sér. Mike, þú segir 2-0. Ég segi 2-0 Haukar, ég held það. Þú segir 2-1. Já, ég held að Afturelding vinni heimaleiki sinn. Það eru þetta, það hefur alltaf fyllt bara svona góð stemning Afturelding á liðinu og líka brandskutin hafið eða þeir gefa þessi ekki alveg leik. Ég held bara þeir hafi komið alveg svo tittlíkar, komið ógeðslega gíranir mótið, en það er bara á svona löngu tímabili, þeir bara svona jafnastæðins formið náðu bara ekki haldið út. Geta Aftureldinga liðsins kom bara í ljós eftir áramót. Þeir spiluðu yfir í það, svo sem maður oft verið skammaði það að tala um að spila yfir geti það ekki að vera hægt, en það er mögulega hægt. Fengu ómörgstík. En málið því, það má ekki gleyma að Afturelding missir tvo bestu menn Íslandsmótis í fyrra. Þeir missa á báða. Fá ekki til staði. Nei, það er bara þannig. Haukarnir eru bara að fara að vinna. Þú segir að Haukarnir verði Íslandsmeistarar. Já. Þráttur er smá sker í 8-leikúrslitunum. Já, málið er líka bara með 8-leikúrslitin er bara það er bara 1 sigur til að fara í 8-leik. Það var alltaf hægt að kalla þetta 8-leik. En einhvern veginn, það er eitthvað sem segir mig það að Haukar sé að fara að verða Íslandsmeistarar. Taki bara fram á að verði bikar og Íslandsmeistarar og einhvern veginn með bara liðið sem þeir eru með og þetta verði bara stóra Gunnar Magg árið. Ekki 4,5. Það stuð 4,5
og ég er búin að spá það að Valur detti út í 8. úrslitum, þannig að við útilokum þá og þetta FH eru tapað einu leik bara síðan í desember. Ég tek á þessari þvælu þegar hún gerist sko. Já, ég minna einhverju þurfa að vera Íslandsmeistarar. Já, ég tek á þessari þvælu þegar hún gerist. En hérna en ekki svona hugsa lenda, ég vil alveg frekar Arsenal vinni meistaradeildina sko. Heldur en Haukar verið Íslandsmeistari? Þetta getur orðið vont ef Arsenal vinni meistaradeildina og Haukar vinna þá mæti ég ekki hingað í 2 mánuði. Getur orðið helviti þreytt úr það fer Mike í veikindalefi. Herðu, neglum okkur í svona mest spennandi leikin í einvið í þessu öllu saman sennilega, það er FH Fram. Já. Liðið sem mættust í undanúrslitum í fyrra, þar sem að Framararnir kláraði F-fáingana og eru svo Íslandsmeistari í 3-1 já, og hérna framlengdum leik til að sem var það ekki, var ekki 2-1 og var í framlengu fjórðuleikur. Já, og ég held að klúður hjá FH. Já, og ég held að þetta sé það lið sem að þessi topp 3 lið Valur, FH, Haukar vildu síst mæta. Það er eiginlega galið að FH er að fá töluvert erfiðara verkefni en til dæmis Haukarnir. Já, en ef þeir fari gegnum það og þá eiga þeir heima sem þetta er ekki neitt skipt neinu máli FH og Haukar síðustu 10 árin. FH vinnur mikið oftar ásöllum heldur en í Keflavík, en það skiptir máli í úrslitakefni. Líka fá seðlana, þú þekkir það og þið þekkið að báður, þið elskið cash, sérstaklega nafnið þekkir hann núna því að hann er aldrei átt því að mikið cash eins og núna. Hann er alltaf vinnandi, hann hættir að sofa. Það er að fresta þessum þætti hérna 4 sinnum fyrir 9 tíma. Ég sem er elstur og ætti að vera með mest að gera, ég bara leyfði ykkur að hendur til og frá, ég var alltaf klár. Já, við bara þakkir fyrir það, Mike. Já, það er bara þannig. En þannig að þetta snýst cash en ég sammálaðir að FH er að fá miklu erfiðari mótherja og það gæti bara verið að, og ég ætla að spá því, ekki vera leiðilegur, en besta, veist, ég á 2 alveg sem ég þekki mjög vel í þessari deild, það er Brynjar Vignir og Aron Pálmarsson, ég held með þeim. Ég skítrættu það Aron Pálmarsson og vinur minn, við þurfum bara að taka auka eftir bakaríinu eftir 8. úrslitin. Ég ætla bara að segja Einar Jónsson félagi minn verji Íslandsmeistari. Já, þú varst að hlæja mínu haukaspá, þú segir að Fram 8.50 vinni Íslandsmeistari. Mér finnst þeir bara Framarnir tóku val daginn og slátruðum. Flugðu grípið af heima. Já, það var ótrúlega, það var mjög spestab. En FH er þeir eru upp FH þetta eru 2 heitustu liðin. Já, það sem ég ætla líka að koma inn á nefnitt, skilur, FH er ekki búið að tapa FH er þetta líka búið að slátra Val sko, og slátra Haugum og þetta er bara langjafnast einvið. Þetta eru leikirnir sem hinn almenna handboltaáhuga maður á að horfa á. En verður ekki líka, þú veist, ég sammála, þetta er einvið. Þeir eru 1 tap í sístu 14 hjá FH. En FH, annarsæti, þeir eru bara hárspreitt frá því að vera deildameistarar. Sko með samt, þú veist, þetta er líka bara bakkara sem að Mike var að tala á hann og hverjir eru búin að stígu upp. Ég meina, Garðar Sindrason, þú veist, hann komin í stærra hlutverk og er á leiðinni út núna, þú veist, út með Ómar Darra sem er búin að vera frábær på síkastið, með 15 ára strákarnir hlutverki, skilur þú veist, Ingvar Dagur í vördinni, þetta er allt ungi strákar. Og búin að svona stígu upp, ég menna, þú veist, Ási Hættir og Gústi Birgis svona búin að vera bara annari löppin einhvern veginn og... Já, svo er Aron Hættur árið áður og Jóhannes hægri endaskittan er farinn, þú veist, þeir bara mist alla mennin svona. Og ég segi það, ef að vinur minn Aron Pálmarsson væri ekki kominn í þjálfarateymið að fá, hann væri bara ekki hann væri bara í stúkunum svo við, þá væri Fram að fara að vinna þetta 2-0. Ég held að styrkja fólið og hlýtu bara að gera það og það gerir það að vera með Aron í þjálfarateyminu. Þannig að hafa Aron í þjálfarateyminu vinnur 1 leik á móti Fram. Gætu komið þeim áfram, en Framarðir það er ógeðslega að spila á móti þeim. Er það þá Rúna Kára sem er að fara... Rúna Kára er búin að stíga upp í síðustu leikin. Þorsteinn Gauti, hann ég veit ekki sleppti landsleikjum með Finnunum. Til að vera klár fyrir þetta. Og meðist markmenn er alltaf að vera með bolta á Fram eða í svona 90% leikjum vega hvern annan upp hotnamaðurinn að skora mikið, þeir eru bara og ég ætla ekki að henda þig fram að Einar Jónsson sé besti þjálfari hans er deild en hann er helviti nálægt í. Já, ég minna það bara hann er Íslands og bikarmeistari. Aldrei tekið af honum að hann gerði þetta framlið fyrra sem engum hefði dottið í hug. Og ég var einhver að segja mér daginn að hann sagði það á stuðningsmannakvöldi fyrir síðasta tímabil að þeir ætla að vera Íslands og bikarmeistarar. Já, og þegar við tókum fundin með honum í höllin núna í Svíþjóð, fræga munið, við vorum aðeins í því.
eftir ekki einu sinni sem oftar helviti snaflin sérstaklega, það var ofta erfitt eiga við hann var hlaupandi alltaf og látið þessi hverfa alveg hauslus hann var bara fullið að taka selfies með fólkinu sko. En ég spurði Einar Jónsheim þetta að þessu að því við vorum að ræða þetta þjálfar ársins og mér fann skrítið að hann skildi ekki vera á topp 3 sem þjálfar ársins, búin að gera fram að Íslands og byggameisturum en hann gaf, hann var alveg sammálið því til ég að vera þarna en hann gaf samt ekki droslega mikið fyrir hann árangur sagði mikið, ég var bara með langbesta manni í deildin ég átti bara að vinna báða til og nú er nafnilega að segja hann að talaði hann fyrir tímabil hann var bara kokki á því en það var samt helviti vel gert það var allan enginn svona utafrá sem var að spá þessu Nei, og tók svo bara val og pakkaði þeim í úrslitunum svo er oft sko og þeir eru bara með gott lið og svo er annað þessu, ef þú horfið bara á síðustu 15 ár, eitthvað svo les þetta var svona, þegar Haukarnir voru upp á sitt besta þá voru þeir ofta að klára bæði deild og Íslandsmeistaratitil þetta er rosalega sjaldan svona síðustu 15 ár, þar sem að sama liði verið deildar og Íslandsmeistari þannig að það er ekki bara í körfunni líka held að sé þannig svolítið í körfunni líka þannig sem er áhugavert, sem svona bakkar út í það, kannski bara einhvern veginn erfitt að halda dampi bara já, svo er þetta bara jafnt, ég menn þetta er eitt mark til eða frákvort á Haukar eða FH verði í efsta sæti skilur í þessari deild og ég held að það er smá vonbrigði fyrir FH ekki náða efsta sætinu, þeir horfa á hana var ekki leikurinn á móti Þór sem við voru til að verða Íslandsmeistari, það voru við ekki hér þá þegar þeir voru hann einhverjum 7-8 það var einhverjum Mike Sellars þessi tveir leiki, þeir eru bara dýrir og máli eru auðvitað klúður og öll í einhver staðar en ég til FH er Íslandsmeistari, þeir eru að fara ekki fram Hauka og Val mögulega og það bara er ekki erfiðar í leið og þeir eru með mjög ung lið það er rosalega þess að segja að sko nærvera Aron Pálmarsson ég hitt hann nú daginn og spjöllum heil lengi saman og ég var ná hvetan til að máta bara búningin bara hafa hann það er ekki eitthvað mál fyrir hann getur mætt að það móti fram og gert 8 mörk á 5 daginn sko easy en ég verða að spá FH áfram sko ég verða að fá FH Haukar ég vil fá FH Haukar ég er mikill Einar Jónsmaður en Aron Pálmi minn maður og ég vil fá FH Haukar ég skítrættur að framvarnir en sjáu hett og hettið er valjú þá framvarunum 2.15 mér finnst þetta stuðla ójafnar en þetta er þetta er ekkit venjulegt 2-7 ég er á því að FH vinni en svona þú veist, ég þurft svona 1-9 til að fara á það sko. Já, fyrir skinnsama mannin að bara sleppir hann þessu, það má líka það má en við föttum það ekki ótt sem við erum ekki skinnsamir og það megi sleppa því þannig að já, ég myndi alltaf fara að reyka á 2.15 og 1.66 mér finnst ofmikill munur síðan það er aðeins að kalla á mig hvernig fóru fram FH í vetur? kannski farða 2025 ég er með þetta ekki 13-14 það voru 3 leikir á þessu tímabili það sem ég var að skoða þetta það var eitthvað glits í kerfinu en það er náttúrulega það sem er núna 28-30 FH1 í nóvember og þetta eru leikir í september og nóvember 25-29 framvann segir það kannski svolítið ólistildin í handbolta að við erum að taka núna úrslitakefna og þú ert alltaf að tala einhverja leikir í september og nóvember þetta er búið að vera allstað neðlilega er það þannig, það er ekki bara spilin síðan í nóvember sko. Þannig að þú veist það bara spilin síðast í nóvember þannig að það er ekkert að marka sín en vann FH báða það? Nei, þetta er splittuleikur framvann leikin í september fram byrjaði nefnilega mótið ágætlega svo kom svolítið dán bæði þessi lið er alveg með unga gæja bara svo flest lið og maður hefur séð það á báðum þessu liðum bara svona að tapja fram daginn mot IBF, það kom mjög óvart nýbúin að rúlega Val, gáttu komið sér í mun betri stöðu í deildinni og tapa svo allt inn yfir IBF svona vængbrotn IBF-lið FH leikinni sem við erum að tala um á hann HK, Þór og fleiri leikir þú veist, töpur ekki Stjörnun líka það voru eitthvað í tæpum leik þar og FH töpuðu ekki en voru í jöfnuleik og málega það, þetta eru bara ungi strákar að við getum alveg séð 2 stór töpuð fyrir áramót en ekki það ekki það eru búin að tapa í Stjörnunni og Þór HK gerir jafntefli við Þór þannig að þú veist, við getum alveg séð 2 bara 8 marka sigra í leik 1 og 2 sigur megin þú veist, ég held þetta það er ekki mikill stöðuleiki í mörgum þessu liðum og það er eðlilegt því að þetta eru unglið og ég hef meira gaman því heldur en útlendinga lottóan öll í hánaflanum í körfunni sko. Já, við hefum bara gaman að bæði handbolta, körfubolta og hóð hvernig liðin eru skipuð í kórnum eru öll velkomin hvort sem að hvort sem þetta sé
að því að meittist hotnamaður og tóku einn erlendan í hotnið hann séu bara með íslenska stráka í háká. Já, ég held að er ekki dýrast af Moskvalansis í kórnum? Það nú naflin eitthvað að reyna að ná í auka pening. Það er alltaf fram að sé ekki öll velkomin í kórin. Nú Teddy þarf að fara fund. Nei, ég meina, það er bara ég bara. Skulum ekki ræða þá sorgarsögu, sko. Ég meina, sýnir bara hvað þetta er rétt síðan og við sítt klúbur. Já, bara. HK Stull 75 verði Íslandsmeistari eins og 2012. Ég meina, það fara allavega 10 eurur á mér og þetta. Því að ég gera það sem vilji við þessar upplýsingar. Ekki koma til mín og vera betla einhverjar utanlandsferðir ef að HK verður síðan Íslandsmeistari. Já, ég set mína 10 eurur í eitthvað betra málefni en ég er með Valur bara ádræts 3,5. Já, geðvægt, mjög ófyrirsjáðan. Mér finnst þetta góður stuðl 3,5. En miðað við, eins og ég segi, miðað við hvernig þetta stillist upp og allt verður til bókinni þá eru valsarnir líklegastir þeir eiga auðvitasta prógramið. Þeir eru lettast leiðina í úrslitin. Já, klárlega. Og þá er þetta bara 50-50. Hér er eitthvað naflaból. Já, hérna ég var með leikmannsseðil bara fyrir raunni morgundaginn og fimmtudaginn. Þarna ég að tala um að Hjörtur Ingi Halldórsson yfir 2,5 mörk. Ég er búin að vera að tala um þetta svolítið í þættinum. Ég hitt hann daginn og mér fannst bara einhvern veginn góð ári yfir honum. Ég veit að hann vill skilja vel við sig. Ef hann fer annað, það náttúrulega ekki búið að staðfesta neitt. Já, þegar hann fer annað, þegar hann fer í Hauka. En við tökum þetta 75 stuðul og neglumann, af hverju þessi strákar að fara eitthvað annað? Það er eitt ekki að gera það, sko. Men það er bara, er ekki mín höndum mæk. Ef ég fengi að ráða þá væri Sigurjón Guðmundsson í landsliðinu og Kristofur Eikóks í landsliðinu og allir í Hauka og þetta, maður fær ekki alltaf að ráða öllu. Sveinn Rivera. Hann er að fara yfir 3,5 mörk. Mun mæða svolítið á honum. Þurfum einhverju að skora mörkin í CPA-liðu og hann er að fara yfir sína línu. Síðan er Össur Haraldsson yfir 3,5 mörki. Ég er mjög hrifinn að því að vera að taka hotnamenn í svona. Og hann er að fara yfir sína línu. Og síðan er, eins og Mike er að tala um, Rúnar Kára, hann er búinn að vera mjög góður. Já, ég síðustu 3-4 leikjum. Já, og hann veit alveg hvenær klukkan slær. Góð ára yfir Rúnari Kára. Já. En ef einhver er búinn að fara að vera með mig í stöðul 10-89 ef einhver er búinn að fara að vera með mig í vetur heldur en Árni Bragi með þig að þá er það Rúnar Kárason. Svo er ég með aðeins læri ég held að Haukarnir vinni afturheldingu 1,5, það finnst mér bara vel boðið. Sigur Jefferson yfir 3,5, hann klára það alltaf. Svo væri meitt fyrir naflan þetta bara M&M strákurinn. Það er fokkar þessu seðlu. Nei, hann klárar þetta alltaf. Þetta virkar ekki um þessi strákur sem er að fara að ferðast vel og fara frá Akureyri til Vestmannaeyja. Nei, ég heldur hann mæti. Það þarf ekkert að vera. Já, þá bara lækkar þetta og þá vinst þetta bara hvort þið er. Og Jón Bjarni Ólafsson yfir 3,5 á móti fram. Stuðull 8,48. Þetta er... Ég held að Siggi Def ná alltaf og ég held að Haukarnir vinni. Já, ég meina hann setti 4 í grilla. Þá kemur svo faglegi. Já, hvernig er svo faglegi? Það er bara IBA vinni Káa, Haukar vinni og Arnór Snær Óskarsson. Þetta er rosaleg lína. Ég ræði Brynja vikinu eftir ef IBA vinnur og Haukar vinna og hitt klikkar að þá þarf hann að bóna svona 4 bíla hjá mér frítt helgina. Stuðlinn 4,05. IBA vinnur Káa. Undir 8,5, já. Haukar vinna afturheldingu og Arnór Snær Óskarsson undir 8,5 mörk. 4,05 í stuðul. Gjöf, jú, mögulega. Gjald, lítið. Já, við erum ábyrg. Já, það er bara ákvörðum hversu mikið gjald. Nei, þetta er alltaf lítið gjald með við gjöfina. Þetta er alltaf 4 í stuðul saman hvað það setur. Hlutfallslega lítið gjald, það er rétt. Strákar mínir, eru ekki bara góðir? Jú. Var eitthvað meira? Þetta er bara skemmtilegsti tími ásins. Þetta er svo skemmtilegt. En þetta er þannig, ég meina, þú veist, bara allt í einu á morgun geti við allt í einu verið bara með seríu sem að, þú veist, leikirnir fara. Erum við að fara 1930 í Valsheimilið? Já. Takk. Setja nokkur á okkur og syngja og tralla. Já, syngja og tralla. Kaupi klár. Já, ég kannski kem með ykkur bara þegar ég er í stuði. Já, víst vel á. Það er eins að hvíla börnin og svona. Það komið tími til. Nei, segir svona. Sé ykkur.